Ég held að ég hafi bara ekki staðið með verð síðan ég var kynþroska, sko. Í hverju? Bara í lífinu. bara í lífinu. Já. Bara yfir höfuð. Hvernig stóðstu þig þegar þú varst kynþroska? Miklu betur. Já. Miklu betur. Ok. Nei, því þú segir síðan þú varst... Síðan ég gerðist kynþroska. Já. Þá byrjaði ég að sko, þá var ég að standa með helviti illa. Ég átti eins og moment, maður. Nei. Jú, ég var svo alls ekki orðin kynþroska. Eða svona á því tímabili. Að Fallegt tímabil. Virkilega fallegt tímabil. Og ógeðslega flókin tímabil. Já. Ég er búinn að pæla smá í þessu. Manstu þegar þú ejaculataði fyrst? Það er að segja, brundaðir eða, húst. Skilur. Ok, sorry, maður spyrja þér. Já. Ertu að spyrja mig, af því þú veist, ég veit að þú veist það. Ertu að segja, ert þú að segja núna um mig? Ertu að segja svona, manstu eftir því þegar, skilur, hvernig ertu að spyrja mig? Nei, ég er að spyrja þig, skilur. Ertu að spyrja mig, hvort þú munir það? Já. En málið, ég veit að þú veist söguna þess. Og þannig að mér fannst svolítið að það væri svona eitthvað, átti ég að segja já og síðan bara... Nei, mér finnst þú eftir að segja söguna, skilur. Já, ég get alveg sagt söguna. Já. Og ég segja söguna. Já, af því þú veist munið ekki allir. Þegar ég ejaculataði fyrst, þegar ég var að horfa á Glee, þú veist, sko, já, þetta er löng saga. Ég held að ég hafi eitthvað rætt hann í hlaðvarpinu, sko. Eða mögulega bara á live-sjói. Ég gerði það á live-sjói. Já. Þannig ég á það inni. Fyrir alheiminn. Við erum alltaf svoleiðis inni. Pabbi minn, hann er alltaf að biðja mig um að segja þessu sögu. Okay. Þegar ég ejaculataði fyrst. Pappið? Já. Ok. Hann sagði, Er það ekki pínu spes? Já, mér er pínu spes. Ég spurði, pabbi, er það ekki pínu spes? Já. Það sagði, jú, þetta er pínu spes. En hann sagði samt um mig, þú veist, mér finnst, hann sagði, Ingo, mér finnst alltaf leiðast að deila öllum þessum hlutum eins og með muffuna í síðastæði og svona. Já. Það þarf ekki alltaf að vera á netinu, sagði hann. Já. En svo sagði hann við mig, að þú verður þessum deila að fara að koma þessari ejaculation sögu inn. Já. Þegar þú ejaculataði síðast. Fyrst. Já. Ekki bara síðast, það er skrítið. Já, það verður mjög skrítið. Það er mjög spes. Já. Nei, við vorum að tala ég get að farið út í þessa ejaculation sögu núna. Já, þú veist, bara fyrir bara, hvað voru það að tala um? Hvað voru að tala um fyrir það? Þú varst að tala um kynþroskan. Já. Hvað er búin að lélugur síðan þá? Og þú veist, mér er svo gott að... Já, þróaði yfir í. Já, einmitt. Nei, en samt sko, eitt með kynþroskan sem er svo skrítið. Ég er búin að pælast með kynþroska skeiðinu. Bara af því að ég á börn. Jú. Og maður þarf bara, þetta er svona víðindi varnar fyrir fólk. Nú þá maður er tilbúin. Já, og þetta er með svo fyndið tímabil og ég er búin að hugsa um mitt tímabil. Af því að það er náttúrulega upplifað allir. Já. Að vera allt í einu orðin, þú veist, 18 ára og líka 7 ára. Já. Á sama tíma. Já. Þú hefur áhuga á Pokémon en þú veist þú mátt það ekki. Þetta er þessu tímabili þegar það mátt ekki segja lengur, þú veist, hei, viltu leika? Já, einmitt. Vá, þetta er svona hangadæmi. Einmitt, hei. Hanga. Ef að gera eitthvað. Já. Það var rosalega mikið sagt allan að Eyrarbakka, ég var hanga. Já, ég man eftir þessu. Af því að þú veist, þá varstu orðin of cool fullorðin til að... Leika? Já, ég veit. Ég er ekki bara að leika mér. Gerum frekar eitthvað bara annað. Já. Eins og að hanga. Já, ég veit. Nei. Vil ég koma að leika? Nei. Já, þú veist, en hanga gæti kannski innihaldi Bissó. Já, þetta var ennþá, þú veist, þetta var 18 ára svona spurning. Já. En 18 ára? Já, skilur, svona fullorðin spurning, skilur, hanga og chilla. Já. Fullorðins, skilur, 18 ára er skrítið. Kannski meira 16 ára. Haldi að vera ennþá bara, það er leika. Þú var að leika. Come on. Hvað? Þú vil ég aldrei leika. Í hverju leikst þú þér oftast? Ef ég myndi spyrja þig í dag og koma að leika, þá myndir halda bara ég að vera að sofa í það, sko. Nei, ég myndi frekar alltaf vera eitthvað svona... Fyrir út að leika? Drikkjubúki þér. Já. Svona djambúki einhver. Já. Stemmingsbúki. En ef ég myndi fara heim til þín, banka og segja hæ, má Eithor koma með mér að leika? Já, það væri gaman. Já. Ég myndi koma, sko. Ég veit alveg myndi koma. Já. En bara spurning hvort að ég var að reyna að sofa hjá þér. Nei. Alls ekki. En já, veist bara að finna tímabil. Þetta er ógeðslega áhugavert tímabil. Í hverju leggst þú þér oftast? Svona, þú veist, með vinuðinum. Þú veist, hvað var aðleikurinn, skilur? Wow, maður. Shit. 1 króna eða eitthvað þannig dæmi. Nei, við vorum með sverð. Já. Við vorum bara Benjamin Dúa. Já. Type shit, sko. Ég var að leika með sko Víking í dag. Já, það. Og hann er ennþá að leika sér, sko. Hann er víkingur og er alltaf svona maðurinn á víkinghátíðinni. Skilur Já. Þú veist, og hann er... Roleplaying. Já. Og það er ógeðslega nett. Já. Og ég ætla alltaf að vera víkingur. Já, það? Já. Þau eru stór? Já.
á þessum tíma, skilur þegar ég var mjög mikið að skilmast. Ætlar að vera víkingur. Það var víkingur. Það var bara planið mitt. Ok. Að ég elska kjötsúpu. Og ætlar að bara conquer. Ég ætlaði bara að taka yfir. Taka yfir Bretland. Já, taka yfir Bretland. Sigla til Noregs. Með hvað myndi víkingur gera? Þú veist, hvað eru hugsaðir gera? Bara literally bara larpa. Skilmastu fólk. Já. Pældi í hvað þetta er erfitt að heyra fyrir pappa minn. Já. Fattar mig? Já, einmitt. Já, það er nokkuð. Vill vera supportið en svona veit alveg í hvað stefnir. Það er ekki beint ekki nú nærð, þú veist, að taka við færi. Ekki nú, ég veit, þú veist, þá er þetta heldur tekið átt. Þá ertu bara orðin sjórningi. Bara diktator. Já, einmitt. Þú veist, já. Fylgtu penningum. Einmitt. Hafðir þú hugsað þetta þannig? Nei, ég ætlaði bara að vera leikari. Það er bara larping. Já, bara larpa, þegar ég er stór. Ég ætla alltaf að vera fornleifafræðingur þegar ég er stór. Já, það er mjög töff. Mér finnst það mjög áhugavert, sko. Það er það? Mér finnst þetta svona starf sem að mér langar ennþá, sko. Hvað gerir þetta fólk? Þetta er bara, þú veist, ég held að þetta sé mikið saga, náttúrulega. Þú veist, history bara, þú veist. Já, ég held að þú minna að saga. Nei, alls ekki. Við erum saga svaka. En svo er þetta bara, þú veist, að grafa upp eitthvað dót, sko. Já. Þú veist, einhverja búðir, kannski. Ætlaðu að vera fórlega fyrir einhver tengt, þú veist, Indiana Jones? Nei, ég hef ekki séð það einu sinni. Nei. Þú hefur ekki séð Indiana Jones. Nei, ég man hvað var triggerinn í þessu hjá mér er að það var einhvern tímann fornleifa uppgröftur á Eyrarbakka. Já, mitt. Og finna lík. Nei. Það var bara verið að skoða einhverju svona gamla búðir. Já. Og mér fannst það svo töff. Ég ætla að vera fornleifa. En það er ekki ennþá það, en ég meina never say never. Nákvæmlega. Ég held þú sért aldrei of gaman til þess að gerast fornleifafræðingur. Nei, það er bara málið. Af því að þetta er svolítið svona... Þetta er svona starf sem þú getur alltaf að hoppa í. Já, það er bara svolítið henni. En ég veit nú ekki hvernig námið er í þetta og svona, ég bara þekki það ekki. Nei, en kannski bara fyrir að skoða það. Já, skoða málið. Fá til okkur fornleifafræðing. Það var reyndar alveg geðvægt. Víking. Já, sko, vinur minn er semi-fornleifafræðingur. Hvað þýðir það? Hann fór í, þú veist, jarðfræði. Já. Og fór til Ísrael. Að læra? Já, sko, hann fór í eitthvað ferð og var að hvort það hafi verið bara, þú veist, bara Jerúsalem eða eitthvað, ég man það ekki. En þar voru þeir eitthvað svona að læra fornleifa, hvernig því er höfðað, skilur þið þar. Já. Mér finnst það alveg áhugavert, sko. Mér finnst það mjög áhugavert, af því að það er líka, þegar ég var yngri, þú veist, það voru oft í fjörun á Eyrarbakka. Það er líka, það er náttúrulega annað trigger, sko, í þessu. Trigger? Svo sármóðgast. Nei, ég er að leita einhver orði. Þú veist, það var til þess að það var til þess að ég ætlaði mér að vera fornleif. Triggered! Er að þegar við vorum í fjörunni á Eyrarbakka, þá voru að finna alls konar dót. Já. Eldgamalt postulín, eitthvað. Já, einmitt. Hnífa, eldgamla peninga, svona litla coins, myndir. Já. Og ég reyna að hætta að sletta. Já. Það trufla mig. Trúfum mig ekki neitt. Nei, þetta gera mig. Mér finnst þetta mjög leiðilegt. Og mér finnst líka leiðilegt þegar þú gerir þetta. Veist. Já. Gerir ég þetta mikið? Já, svolítið mikið. Og ég líka, þú veist, ég er ekki saklaus. Nei, ég er ekki saklaus. Það er bara þannig og... Ok. En svo fór, sko, fundum við einhvern tímann eitthvað ægilegt, ég man nú ekki hvað það var. Það var eitthvað svona skipsdót. Já. Og fórum með það á byggðasafni á Eyrarbakka og gáfum þeim eitthvað svona eldgamalt fornleifardót. Já. Það var bara geðvikt. Mér finnst þetta er alveg cool. Ég elska sögur, sko. Ég líka. Það er sjúklega spennandi dæmi, sko. Eins og Adolf Hitler, skilur þú? Já. Það var þetta þáka? Nei. Nei. Ég elska ekki svoleiðis sögur. Nei. Ég elska svona íslenska sögu og svona, myndi ég segja, svona Middle East. Sem maður ekki? Miðausturlönd. Já, svona Jesú, píramíta. Já, svona pílegrimsdæmi. Já. Hvað voru að tala um áður en við fórum í þetta? Við vorum að tala um... Við fórum alveg allt, við vorum langt frá. Já, þú varst að tala um ég var að spyrja þig hvað þú leggst þér mest í og það var náttúrulega víkingar. Já. Eða svona skilmast. Já, ég legg mér mest í því. Hvað leggst þú þér mest í? Herði, ég var að lögja bó. Já, ok, hvað var það að fyndið? Þetta var skilabóð? Nei, þetta var bara svo grillað. Það var svona, en hvað leggst þú þér mest? Það er viðtalsþætti. Segð mér eitt, Þór. Hvað varst þú ofta að leika þig með? En klálega lögja bó. Já. Við sko,
það var ákveðin hópur á Eyrarbakka sem stofnaði Lögubóa hóp. Facebook-hóp? Nei, það bara, þetta fyrir tíma Facebook. Já, ég veit það, en þú veist, þetta væri Facebook-hópur í dag. Já, og þetta var sturlað. Það voru svona 50 krakkar. Vá. Í Lögubóa. Alvöru Lögubóa? Já. Damn. Og þú veist... Voru að gera alvöru glæpi? Nei, en það var... Það verið trillt. Það hringtorg á Eyrarbakka, ótrúlegt en satt. En það er svona risastórt og heitir Vinatorg eða eitthvað svona. Já. Og þetta er fyrir framan leikskólann. Já. Og þar var fangelsið. Já. Risastórt svona grasblettur. Já. Og þetta voru kannski... Og hættulegu staður fyrir börn að leika á. Hringtorg. Nei. Bara umferð. Umferð á Eyrarbakka. Bara klikkuð. Trú. Já, Ykkur á hjóli. Og það var sko... Við splittum þessu kannski upp segjum við vorum 50. Já. Eða 40. 50? Já. Það voru kannski 20 og 20. 20 bóar, 20 löggur. Já. Eða, þú veist, eitthvað. Einmitt. Og það var bara ákveð svæði sem þú mátti fara á Eyrarbakka. Já. Það var bara rammi. Já. Og þetta er svona pínu feluleikur /Lögubóa. Já. Og sem sagt, þegar að löggunar byrjuðu að telja inn í hringtorkinu. Það var bara eltingaleikur, basically. Já, og feluleikur, náttúrulega. Já, ok. Með fangelsi, sko. Þannig að ef þú fórst einhvert og faldið þig. Já. Og síðan fundu þér og náðu þér. Já. Þá varstu tekin í fangelsi inn í þetta hringtork. Já. En, tvistið, það mátti alltaf frelsa þig. Já. Þannig að þeir sem að voru eftir gáttu kannski komið allt í hlaupandi út úr runna, bara frelsa alla, bara með íti og þá bara hlupa allir í burtu, skilur. Já, ok. Þannig að þetta var ógeðslega gaman. Já, það var bara GTA. Eiginlega, sko. Nice. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Já, ég verði til að gera þetta það í dag, sko. Já, ángrís. Ég myndi yfirlega að borga mig í eitthvað svona hópeflistíma. Já. Þú ert lagan nýja bói. Einagrunnu. Já. Við vorum líka mikið í því. Nei, hvernig var þetta? Manstu það? Manni hvað? Einagrunnu. Er það ekki bara eitthvað gaur í staur? Á staur að telja og síðan... Einagrunnu fyrir mig er eitthvað svona... Já, what? Já. Það er eitthvað svoleiðis? Já. Fuck, ég man það ekki. Nei, þetta er svipað, maður fela sig, svo hljóp maður á einhvern staur, snertan og sagði eitthvað. Já. Þá vannstu... Já, jú. Einagrunnu fyrir mér, eitthvað svona. Já. Einmitt, ok. Og svo ef að ég var, sem var að finna, og ég sá þig, þá mátti ég segja eitthvað svona, snertastaurinn, Ingo, eitthvað. Já, einmitt, fuck maður, hvernig var þessi leikur? Holy shit. Ætla gerfingar þetta við það? Ég er samt manið því, það var einn leikur sem ég vildi aldrei vera með í, af því ég skildi ekki nafnið. Hollin Skollin. Hollin Skollin, það ekki eitthvað svona svipað dæmi? Ég veit ekkert hvað út á það gengur, sko. Mér var oft boðið að vera með og ég var alltaf bara nefnist að leðulegur af því ég þorði ekki að segja bara ég skildi ekki. Nei, Hollin Skollin. Hollin Skollin, þetta er eitthvað svona þú splitt á donkinu, kasta bolti yfir eitthvað hús og síðan hleypur ég veit það ekki. Nei, ekki, ég veit ég ég kann ekkert á þetta. Fallin spýta og... Já. Fallin spýta? Já, það var eitthvað svona svipað maður. Ég man ekkert. Já, hefur ekkert að vera hver á hendina? Nei. Þegar þú fer með vinuðinum inn í svona herbyggi og svona slekkur ljósin og síðan gíski á hver á hendina. Akkur, hvað er alltaf þannig? Ég bara spyrja. Við erum að tala um æsku. Já, ég bara að segja. Sko. Einagrunna er klassísku leikur, bla bla bla. Undirbúningur, það er stöðin. Fyrsti þurfti að velja einhvern kennileit sem stóð eins og staur. Sá sem er hann er valinn til að vera, eða sem var valinn til að vera hann. Sá aðili lokaði augunum, grúfði sig upp að stöðinu og taldi upp að ákveðinni tölu. Felumenn á meðan sá sem var hann, að sá sem var að telja, hlupu allir í burtu til að finna sér góðan félagstað. Bestu staðinni voru auðvitað, mér er alveg sama. Er ChatGPT bara að tala við það? Já, bara kenna mér, eða þú veist, segja mér hver ég á að fela mér. Heldur að sé einhver að fara í Einagrunnu eftir, hann er bara eitthvað, fuck. Hvað er ég að fara út í? Þetta spyrir að ChatGPT. Þegar talningu var lokið hvað er best að fela mig? Þurfti að láta vita að leikurinn væri hafinn. Markmið felumanna var að komast aftur á stöðina án þess að hann tæki eftir því. Ef felumaðurinn komst á uppgötar stöðinni snerti hann stöðina og kallaði hátt og snjallt 1 króna fyrir mér. Já. Eða 1 króna fyrir Eyþóri. Já. Að vera tekin. Já. Ef sá sem var hann kom auga á felumann já, mátti ekki sjá þig. Nei. Damn, já, alveg rétt. Varð gjarnan æsilegt kapplaup aftur að stöðinni. Einmitt. Þetta var geðvíkulegur, what the fuck. Já, þetta var hella, ef hann var komin alltaf langt frá
Basinu, já. oft var svona var sniðugt að reyna að fela sig alveg við stöðin einhvern veginn Mig langar Í að þetta. fara í þennan leik bara núna. með vákvæði glæður bara Já, bara mig langar einmitt. Þú að gera event já, wow! já, Ég- 1 krónu event Meina, þetta meika miklu meira sens heldur en skilur margt annað. Það er Já. til sko, það er til hérna, ég var að sjá, það er til Móti Olsen já, sem er alltaf bara happaglappa. já, nei, Jú, ég er mjög góður í Olsen Eyþór. ég er mjög góður í Já, ég Olsen veit það, en þetta er samt happaglappa. nei, Ok, alls ekki, ég get alveg sko sínt þér ímistryggs eins og hver. ég bara, þú veist ekki gera þó þú geti gert til dæmis Það má ekki. jú, Eða það? Já. Ok, ég kann Þetta kannski má ekki. það. Já, ok, það er bara taktík ok, en það sem ég segir er að, þú veist, núna er skák very hot. já, Núna er hérna Olsen greinilega eitthvað að pikka upp, eitthvað þetta íslensku. heiti ég Eyþór Atli Olsen Var ekki prófið þinn að stopna þetta eða? já, hann var í startaði þessu, jú, Þegar eitthvað hann var í X-inu? Jú. Já, Hann litla var- bíflugan eða eitthvað. litla fluguli Já. íflug Litla bíflugan. já, Já, veist, þeir voru með þetta. Jú, þeir voru með og þetta, Tommy já. Steindós, Já. hérna, í fyrra og svo er hann aftur núna, var ég að heyra. já, það Olsen, eitthvað, mót. Af hverju gerum við ekki Olsen, nei, hérna, 1 krónu leikana? af því sko ég var að pæla í, mér finnst þetta frábær hugmynd en, Af hverju sér enn svona, sko, en, það sé bara enn, ok? en Já. það sko En. Enni. þú þarft svolítið að þekkja nöfnin á öllum Já, af því, þú veist, af því ef ég sé þig Já. og ég þekki þig bara ekki neitt Bara rauðhærgurinn. já, einmitt, Já, rauðhærgurinn. kannski eru 2 rauðharir Já, en samt, já, meinar. En við númerum. já, Það er bara númer. en, já, Það virkar alveg. það virkar, já Þú veist, númer, það er bara tím, skilur við. ringur bara Herðu, þetta er hópur. Þetta er 20 manns í hóp. Þeir bara muna númerinn, skilur við. hópefli Bara hópefli. Það er 1 vondikallinn. Hérna, og síðan sko, kemur annar hópur inn já, og vinningslið, allir sem vinna, já, í annan hóp, svona riðil, skilur. Þetta er bara, þú veist, ef þú nærð 1 krónunni, þá Já. ertu komin áfram, ó, skilur. já Og svo endar þetta með bara, þú veist, þetta er bara, hvað myndum við að halda þetta? Hveragerði já, gæti ekki verið betri staður. nei, einmitt Eða, mögulega, Eyrarbakka. já, Það- já, Allt mætti í ég einu- taka þátt Þú? já, Ég var að ímynda mér að við erum gaurarnir á stjörn. já, það er enda frábær hugmynd Minnst það geðveik pæling. runga sér á stjörn Nei, hvað verður? Hæ? skaka sér á stjörn Nei, Nei. við erum vondugörnir. Og það má gera 2 Ja, bara, það er ekki erfitt já, jú, það er svo sem alveg sangjant ef það er margir nei, mættum ekki vera 2 af því að þú veist, þá getur þú staðið á stjörnum og ég Já. fara að labba. En við þurfum bara að skipta okkur upp, skilur. Það er bara minn hópur og þinn hópur. ég geti kannski verið lýsandi Já. og þetta er ótrúlegt, já það Og númer 4 er eins og sjáið þá númer 4 komin hjá undirbílnum er alveg frá stundum Nei, það væri svona, þetta væri trill. ég er að segja, gerum þetta Bara hérna í mæ. í mæ Gerum þetta ég er laus 17. Ég er laus 17. mæ. ok, Já. ég er örugglega líka bara En fokk maður, ég er að fá nostalgíukast. þetta er frábær hugmynd Já, ég er að fá nostalgíukast á þessari pælingu. Já. Eða bara á leikjum yfir höfuð. Já. Það fór í svo mikið að leikjum. bara 100% við fórum mjög mikið í hérna hvað heitir þetta aftur, Brennó eða Já. svona yfir hústak Já, það er leikurinn sem ég skildi aldrei. ha, Já. akkur ekki Kasta ykkur bolti yfir hústak. já, Og hvað? það var eitthvað svona Hlaupa? nei, Hlaupa hringin? hvernig var þetta ef þú greifst hann Já, gripinn! Já, var eitthvað svona, já. já. þá máttur þú hlaupa eða eitthvað Hvernig datt okkur þetta í hug? já, einmitt, Já. vá Þú veist bara, hvernig datt okkur þessi leikur í hug? já, Og hvernig voru við alltaf með þak til þess að kasta yfir? Það var alltaf þak. já, það var bara skólanum með eitthvað Já. Ég- En ég meina, í dag eru, þú veist, í dag eru skólanir bara, í dag er búið að stækka skóla, já, allavega var búið að stækka skóla, hérna, búið að fjölga svo mikið, já, nei, hérna, já. já, emmi. Brennó, sko, ég man eftir sko 1 króna Já. það er bara svona held ég the goat en leikurinn hét bara yfir Já, hann hét bara yfir. já. Yfir! Uppstilling, krökkunum var skipt upp í 2 lið sikkur megin við húsið kastið boltanum
yfir þakið og kallið yfir. Liðið hinum megin reyndi að grípa boltan. Ef bolti var gripinn án þess að lenda í jörðinni, hlupu leikmennirnir stundu með boltan yfir á hina hliðina og reyndi að grýta honum í andstæðinginn. Til að stela leikmönnum yfir í sitt lið. Það er alltaf svindla. Já. Það er engin leik fyrir það hefur verið mjög mikið svindlað í þessu leik, sko. Já, mest svindlaði leikurinn. En þetta er sko, þá ef þú náður að kasta í einhvern, klukkan, þá fékkst þú hann yfir í þitt lið, þannig að kannski endaður einn á móti einmitt. Góður leikur. Það svindlaru. Nei, en já, bara þú veist, æsku minningar, streyma. Herru, við erum í búið Happy Hundred. Já. Hérna. Mínir uppáhaldsmenn. Já, ef hvað þeir hefur verið góður í Happy Hundred Kids á meðan maður var 1 króninni. Shit. Allir hydrated og góður. Allir hydrated og flottir á því. Það er bara sammála. Já. Mælum með því allir fara og fá sér Happy Hydrations. Já. Og mögulega kíkja áskrift. Já, ég var að sjá það en daginn. Ég finnst það mjög sniðugt. Og blandiði bröðin saman. Leikið ykkur aðeins. Já. Setið 2 stykur út í 500 millilitra. Já. Og blandiði saman bröðin. Já. Sérstaklega pizza og peru. Ég myndi gera það. Já. Treysti mér. Sammála. Mjög sammála. Hérna, við erum einnig búið Securitas. Já. Heimavarnarkerfi. Öryggiskerfi fyrir heimilið. Getur ekki verið betra eða þægilegra. Já. Mættið þú kaupa öryggiskerfi fyrir mömmu mína til dæmis? Mættir þú fara bara, ég ætla að kaupa hérna. Mættir þú gefa ykkur það í gjöf? Nei. Nei, ekki? Nei. Bara að vera með samþykki eigandans? Sko, það náttúrulega, já, nei, bara alls ekki. Það er mjög skrítið. Já. Æ, við erum Securitas. Við erum að setja náttúrulega lása á þess að hurðina og hérna, já, þú sest bara niður, þetta er bara gjöf. Það erum bara að setja náttúrulega myndalinn í Sandefnargeit og hérna... Nei, en ég má gefa þér díl og svona, skilur við, en ég má ekki gefa þér þetta. Nei, ég er ekki að tala það, ég er að tala mættið þú, ekki sem starfsmaður Securitas, ég er að tala sem bara, þú veist, sonur. Já, það má. Það? Já. Án þess að fá samþykki frá... Já. Það? Já. Þannig að þú, við getum bókstæla farið núna og keypt öryggiskerfi fyrir ykkur og hann bara... Ef hann segir bara þegar tæknumyndi kom á stað, bara nei, ég vill þetta ekkert. Já, þá náttúrulega faraði bara. Já. En ég meina, þú veist... Þeir eru ekkert bara eitthvað... Þú færði þetta öryggiskerfi núna, það er búið borgum fyrir allt. Nei, ég meina þá er það bara þannig. Já. Þú veist, en það er ekkert mál að gefa. Ég allavega hef aldrei... Jú, það er oft pappar að kaupa fyrir börnin sín. Já. Geðveikt. Þetta er alveg eitthvað sko, ángríns. Ég held að þetta sé ógeðslega svona random en skemmtileg gjöf. Já, þetta er sko líka bara að því að ég held sko að foreldrahjartað, mömmur og pappar, kannski nýbyrju búa barnið eitt eða eitthvað að hérna gefa þetta, það er algjör snilt sko. Já, og þá er myndið gott að nota kóðan GLADUR inn á heimavert.is. Það er bara, þetta er svo fokkið mikið snilt. Já. Algjör snilt. Herru, við meitum við búið Colgate. Colgate-inn. Já. Mér finnst þetta náttúrulega uppáhaldstangriðið mitt og ég nota ekkert, þú veist, eins og ég hef sagt áður, það notar engin neitt annað. Nei. Þú veist, það er til alls konar annað en það er bara, ég prófaði. Já. Ég verið í heimahúsum hjá fólki sem er með svona og gist og svona. Já. Það er ekki gott. Ég er endið daginn, ég þurfti að gista hjá ömmu minni, ömmu afa. Hérna, og það var óvænt. Það var óvænt svona það sem ég ákvað að vera helgina. Já. Og hérna, og þá kom sér mjög vel að vera með í Colgate í bílnum. Já. Þetta endir svo lengi, sko, ef þú kaupir 3 túbur, þú skilur ekki. Nei. Hversu oft hefur þú verið heima þér, búið með túbuna þina og er bara eitthvað, fuck, ég nenni ekki búðina og þetta er vanlega alltaf búið klukkan svona 11 á kvöldin þegar þú fara að sofa. Heldur betur. Þannig að... En svo er líka, sko, tanklistúbur eru eiginlega infinite, sko. Nei. Þú getur alltaf kreist úr meira. Já. Þó þú heldur hann sé alveg búinn, þá kemur alltaf smá, sko. Já, ég veit það. Þú veist, þetta er eiginlega svona infinite glitch. Já, þetta er myth. Túban er myth. Túban er bara endalaus. Já, ef þú ert nógu duglegur, þá ferðir þér nógu úr túbunni. Hérna, en já, fáðu ykkur Colgate og hérna njótið. Stay fresh. Já, við erum að fara að gera svolítið skemmtilegt. Við erum að fara að hendi í topplista. Top 3 lista? Já, ég hef aldrei verið hrifinn af þessu, to be honest. Ekki heldur. Topplistum. Nei. Þetta er mjög mikið svona... Já. Þetta er mjög mikið svona útvarps. Þetta er útvarpstengt, en okkur finnst það skemmtilegt, af því að sko, við erum að fara að kynnast svolítið. Já. Hérna... Lega fólk að kynnast okkur og við erum að fara að kynnast hver öðrum. Nákvæmlega. Leiðinni. Já, einmitt. Við þekkjumst ekki neitt nógu vel, sko. Ekki þannig, sko. Nei, þú veist,
Já, ég veit eiginlega ekkert þig, Nei. to be honest. Nei. Þekki ég bara sem svona stemmingsmann. En hver hvað slakaðu á? Sorry. Já, svo þyrstum. Drukknenari. Pældi að drukkna. Nei, þú þekki mig. Ég náttúrulega bara stemmingsmaður í þínu lífi. Já. Hvað var þetta? Ég var bara að drekka. Já, drekkur var alveg svona. Já. Ég er að læra eitthvað nýtt um þig. Já. Strax fyrir að læra eitthvað nýtt um þig. Top 3 hvernig ég drekk. Já, en sko, mér finnst þetta bara mjög áhugavert, bara hvernig kynnist með fólki. Já. Við erum líka á svolítið flóknum aldri með þetta að gera. 100%. Það er bara erfitt að kynnast nýju fólki. Já, það er svo auðvelt að kynnast, auðvelt að kynnast fólki í vinnunni. En svo er svo erfitt að, hvar annars þar? Sko. Djamminu? Já, eða sko, það er alveg, ég hef alveg fengið svona kaffiboð. Já. Frá bara svona fólki sem vill bara kynnast. Það er náttúrulega kynntust við. Já. Ég bauður í. Þau eru virkilega óþægileg, sko. Ég sendi bara eitthvað skilabóð, bauður í, hvað var það, League of Legends eða Pokémon Go eða eitthvað fyrst. League of Legends. Já. Svo þróaðist það í third base Pokémon Go. Já. Og síðan í kynlíf. Já. Í dag. Já, í dag, já. Nei, við fórum við þetta, sko, ég lendi í svolítið förulegu bara í fyrradag, sko. Svona kynnast fólki. Okay. Þegar ef ég var alveg hreinskilinn, þá á ég alveg hellinga vinum, eða svona félögum, en ég á að fá að vini, skilur mig. Þú hefur alveg hitt vini mína, en þú hefur bara hitt sko vini mína, sjaldan, skilur. Einn aðeins býr í Danmörku, og svo er svona stór vinahópur, skilur. Ég held að þetta sé svolítið svona borgarlífið, to be honest. Mér líður eins og þú sett miklu þéttari með þínum Eyrarbakkavinum, fattar mig? Heldur betur. Eitthvað svona bústaðaferðir og eitthvað svona flip, fantasy daily, eitthvað svona skemmtilegt. Ég held að þetta svolítið svona gerðist hjá mér mjög hratt, sko. Ég var líka fyrstur eignast barn í vinahópnum, þannig ég hvarf svona smá úr lestinni. Ég líka, fyrstur eignast, já. Og svo hvernig núna eru allir eignast barn. Já, þú ert bara búinn. Já, ég veit ekki hvað þessi búinn. Nei, en þú veist. En já, ég er búinn með pakkan og þeir eru allir svona í því núna. Já, það er svona, bara nú köpa okkur vagn. Ég bara, já. Gerði það fyrir alveg mörgum árum. Og þú hvað fyrir 20 árum? Nei, rómokkar eins. Langt síðan það. Dóttir mín er, 11 ára. Þú veist þá hvað ég meina? Nei, 11 ára. Jú, 11 ára í sumar. Þú veist hvað ég meina? Já, algjörlega. Þetta er svona, þú veist, viniðinni flestir eru samt ekkert komið börn. Nei. En pældi, það er alveg stutt í það, sko. Já, sko, einn af mínum allra bestu, hann var bara eignast barn í fyrra sumar. Já. Þannig að, þú veist, Þannig að hann er svona off pínu. Já. Svona, þú veist, minna. Já. Bara, þú veist, þannig að hann er núna bara byrja þennan pakka, 31 á, skilur. Já. Veist, það er alveg skrítið að hugsa út í að vera svona þannig sé vera sjóaður. Já. Þú er bara, já, einmitt, já, maðurkvissu. Já. Legði hana bara á maður. Bara á maður og labbaðis með hana og ruggaði henni og berða hans á bakið á henni. Já. Ekki berja svona. Þú veist, notaði hana púi eða hvað sem heitir, flautuna. Já, þú ert að tala já. Hvað heitir það? Það heitir Þú veist, snild var það. Það heitir Game changer dæmi, ef átt börn. Hvað heitir þetta? Ef átt með barn með maðurkvissu, það var moment þess að það var bara svona ventil? Já, þetta er eitthvað svona ventil. Já, ventla, þurfti maður ekki að ventla einhvern? Já, ég þurfti að nota það tvisvar sinnum með eitthvað. Já. Og ég var bara, ég hugsaði líka bara, hverjum datt þetta í hug? En það gefur svona pínu pípu. Og það gefur svona hljóð. Ég notaði þetta sjálfur, ef ég er með hæðatrið. Er þetta pípa fyrir fullari fólk? Wow. Hey. Ég er að segja það. Hold up. Já. Herðu. Ef það er til. Já. Mætti ég prófa að nota á þig? Eða myndirðu nota? Bara, ekki ég. Já, þú mátt alveg nota það á mig. Það er ekki að fyrst smöður stungið fyrir raskandi eða gríni, sko. Það er nú bara þannig. Allt gert fyrir gott grín. Ég geng mjög langt fyrir gott grín. Já. Sjómanbústaðaferðir, þær hafa farið. Það er síðar. Í áskrift. Í áskrift. Já, en þú veist, þetta er flókið dæmi. Þetta er flókið dæmi. Að eignast vini. Já, ég ætla að segja, ég lendi í svona skrýtnu mómenti þar sem ég ákvað að svona berskjalda mig og kynnast
mannesku. Já, ok. Eða svona aðeins, ég bauð henni heim til mín. Þetta var bara svona tengt svona playdate. Þú veist, þetta var svona playdate. Kallið eða kona? Kall. Já. Hérna, þú veist. Kannski er bara græður eða eitthvað. Nei. Ég skil. Ég bara spurði. Nei, þetta var bara svona moment, bara svona, já. Þau eru svo góð saman. Já. Og svo já, bara þú fluttir hérna. Já. Hérna. Wholesome. Já, ég margótt hitt hennar mann. Já. Og þetta er alltaf verið bara svona, hæ. Sælir. En síðan ákveði bara, ég sagði, hann að sjá eða? Nei, kannski. Ég er kannski smá dýra mig. Langar að kíkja? Nei. Gerðvegt stressaður. Ég maður er svo bara að vera. Það þarf að gera tinnur. Já, viltu ekki sjá það svona? Kíkja á mig. Kannski maður kíkja upp. Hann komu. Ok. Eftir samfæringu. Já. Og síðan þegar hún lappuð þá er ég eitthvað, allt í drasli en þá komið fyrir. Já. Og svolítið svona snert á mér hnakkan. Já, þú gerir það svolítið. Snertið. Það líður ekki vel. Já, þú veist, ég er ógum með þess mér langar þetta en ég er samt svolítið fín feimin. Já. Hérna, og hérna, já, smá draslina og ég segi, ég er ekki með ryksu. Segir hann eitthvað, já, þetta er búið, þú er bara að koma þér fyrir, sagði hann. Já, og síðan fórum við upp og hérna, dóttir mín og dóttir hans voru byrjað svona þess að leika. Eða svona eitthvað. Já. Og hérna, og hann var svona, bara að gera dinnerinn. Já, ég er að gera smá svona beiglur og eitthvað. Já. Þetta er bara flott. Kistust þið svo? Nei. Þetta er svona eins og okkur. Nei, þetta er bara málið. Þetta er svona góð bíómynd. Já, en það er alltaf, þetta er issue. Já. Þú ert þarna að varpa ljós og issue. Já. Þetta þarf ekki alltaf að fara eitthvað þannig. Þetta þarf ekki alltaf að vera eitthvað svona. Nei, ég skil því. Ég er bara að reyna að kynnast og eignast vin. Já. Í litlu bæjarfélagi. Ég fatt það ekki. Bara svona, kannski að maður fá þessi bjór í daginn. Með honum, kannski. Já, einmitt. Hérna, síðan, ég með annars svona dæmi. Já. Þetta er mjög skrítið, ég er bara verið að segja það. Já, þú átt líka nóg að vinum. Já, ég veit að ég er ekki að setja út á þetta. Nei. Ég er að segja, þú veist, þetta er svona scenario sem ég væri, held ég, mjög hræðilegur í. Já, 100%. Hvernig hefði þú, ef þú ert að, ok, þú ætlar að bjóða mér upp núna. Ég er að sækja dóttir mína til þín. Já. Þau eru búin að playa þetta. Já. Og ég ætla að sækja hérna. Og þú ætlar að reyna svona að kynnast mér betur. Sem sem vinur. Sko, það fyrsta sem ég hef gert, ég er tilbúin með krakkan og réttir hann bara í hurðinu og bara bless. Já. En ef þú ert með plan að fá hann. Já, ég skilji. Já, eða svona til þess að kynnast hann. Plan að fá hann upp. Þú ert ekki að gera þetta betra fyrir, þú ert... Ég er ekki að meina það. Ég er að meina bara, þú veist, plan að... Ok, upp, af því það er upp hjá mér, það er stegangur sem leiðir upp. Þú með plan að kynnast einstakling. Já. Vilt fá hann niður. Niður? Já, þú byrjir í kjallara. Já, ég skil. Vilt fá hann niður í kjallaratíðin. Já. Vilt bjóða þessum manni niður í kjallaratíðin. Já. Sýna honum bara, eða svona, kannski bara bjóða honum kaffi. Já, ég myndi bara blessa, kannski. Já, þau eru bara ennþá að leika sér og vil ekki kíkja inn bara með hann og fá hann kaffi. Ég er reyndar að gera hérna kvöldmátt bara eftir smá heima og... Það myndi ég segja, ég láttu mikið tefja þig. Já, ok, þú myndi bara droppa það saman. Já, ég meina, ef hann er með eitthvað svona, þá bara fár hann ekkert að koma inn. En þú þyrftir að fá hann. Bara, þú bara desperate núna og verður að... Desperate? Já, bara... Já. Ég ætla ekki að neyða mannin inn. En hvernig myndir þú reyna neyða hann inn, skilur? Ég veit það ekki. Ég hef aldrei rænt neinum. Það er ekki að ræna neinum. Nánast. Þú getur samt alveg fengið hann niður með persónuleikatörfum, skilur. Ok, ég myndi segja, boltinn, meistaradeildin í gangi og hérna... Já, ég veit engan áhuga á meistaraboltanum, eða semst meistaraboltanum. Nú? Ég horfum að lítið á fótbolta. Hvað gerir þið? Ég er afvirki. Já, herðu, en það tablanum er búin að vera einhverju rugli. Kallar að fá hann í vinnutíðin? Nei, bara kíkja á hana fyrir. Já, ok, ég skal tjekka á því. Komin inn. Já, ok, komin inn. Viltu bjóra eða kaffi eða, þú veist? Heyrðu, séður. Já. Þarna er bara lokaðist ég, sko. Ég bauð honum upp og ég fór bara að gera mitt.
Þá náttúrulega vildi hann bara fara. Já, ég skil það mjög vel. Já. Þetta er mjög óþægilegt. Þetta er það. Já, ég get ekki. En þú veist, þannig sér, ég hefði alveg getað þetta, sko. Já. En mér finnst þetta mér líður ekki vel. Sko. Nei. Frekar einmitt. Frekar bara eiga vini, skilur svo gamla vini og kannski ekki með að kynnast einhverju með að bjóða honum inn til. En já. Ég var að skella okkur í eina topplista. Já, við gerum nokkra topplista. Já, við komum með nokkur topic. Já. Og topp 3 í hverju topiki. Einmitt. Það snýst alltaf bara með okkur. Já. Mér finnst það svolítið skemmtilegt. Ef að gera þetta svona, þú svarar fyrst fyrir að setja inn í þínu og svo ég og svo, þú veist. Já. Það ekki? Já, jú. Það er svolítið skemmtilegt. Já. Og kannski smá umræða þetta og... Já, það er bara absolutt. Já, bara umræða einmitt, þú veist, þetta er bara spennandi. Þannig virkar podcast. Tala saman. Jú. Heldur betur. Fyrsti hlutur á blaði. Já. Erum við með hlutir sem við myndum aldrei gera. Já. Og þetta er eitthvað sem er búið að vera á TikTok mjög mikið. Já. Mér er búið að langa, sko, posta mjög mikið TikToki með þetta trend. Já. Og sem sagt, vera svona leiðilegur. Já. Hlutir sem ég langar ekki að gera. Einmitt. Og svo þetta trend. Það fari ferming. Nei, þetta trend. Og svo enda vídeóð. Já, ok. Já. Það er ekki flóið. Nei, svona pínu cool. Svo þetta er töff. Já. Svona, wow. Ok, þessi var nettur. Einhver að svæpa. Vá, þessi var cool. Vilt þú byrja? Hvernig hann einhvern veginn svona sagði ekkert vilja gera þetta. Og ég byrjaði þú? Mér finnst það svolítið töff. Ég skal byrja bara. Ok. Þriðja setið þitt. Hlutir sem þú myndir aldrei vilja gera. Ég myndi náttúrulega aldrei gerast íþróttafólkur. Ég myndi aldrei vilja það. Nei. Ég er með alveg margt á þessum lista sem ég myndi aldrei gera. Þetta er ekki topp 3 hjá mér. En þú veist, já, veist, ég myndi aldrei sláti kissu eða berja kissu. Það er eitthvað sem ég myndi aldrei gera. Ég myndi aldrei slá kissu eða einhvern veginn svona vera vondur við kissu. Ég held svo þú sér þetta miskilega aðeins. Þetta er sko, fólk er ekki að fara að vera eitthvað af hverju sagði hann ekki. Það er enginn að... Ég er bara að segja það núna. Ég myndi aldrei snerta, slá til kettlings. Ég myndi aldrei... Ég myndi aldrei bara taka kissu og bara... Má ég kannski byrja bara? Já. Ég ætla að sína þér svona hvernig dæmi mitt er. Já, ok, ekki mál. En samt bara svo hreinu, allir sem er hlusta. Já. Ég myndi aldrei taka kissu. Ekki heldur. Aldrei bara kreista kissu. Nei, aldrei. Ekki. Ef það er eitthvað sem ég veit mig, þetta er ekki ég. Nei, og ég veit það líka. Og ég held að hlustundur vita. Já, ég vil bara hafa á hreinu. Já. Af því áður en ég sagði það, þá var efi. Já, þú þarft ekki efast. Nei. Aldrei. Þriðja setið á mér er að hætta að taka í vöruna. Ok, ég skil. Þetta er svona. Já. Einmitt. Þannig að þriðja setið á mér er hluti sem ég myndi aldrei gera, er að hætta að taka í vöruna. Af hverju ekki? Bara, minnst þú gott. Já. Ég hef reynt það. Það er hræðilegt. Já, það er erfitt, sko. Lífið er ekki gott á nikotíns. Já. Mig langar rosalega mikið að hætta þessu, sko. En heldur þú muni gera það? Já, ég held ég þurfa að gera það, bara fjárhagslega, ángríns. Nei, þú veist, í alvörunni, veist hvað þetta er dýrt? Já. Það er fucking dýrt, sko. En þú ert sem með eitthvað sniðu tax, þannig að tengt þessu út í ykkur áskrift. Já, ég er áskrift. Fjármálatips. Ok, ég skil þess núna. Ok, eitthvað sem, já, einmitt, ok. Ég myndi aldrei hætta að hjóla. Eitthvað sem myndi aldrei hætta að gera. Sko, ég ætla aldrei að vera bara eitthvað aldrei aftur á hjól. Það er ekki ég, það er ekki mín típa. Það er bara ekki, ég elska hjóla og sko, ég er búin að gera allan að lista. Já. Ertu að segja mér að þú sér bara með þetta eitthvað svona pull? Nei. Ok. Ég myndi aldrei slá til bars. Nei, ok. Nei, það er rétt að vona. Nei, ok, ef ég skildi það rétt. Já. Ég með hellinga á þessum listæðum mér, sko. Já, og þú hefur greinilega gert á mikið. Hæ? Þú hefur gert á mikið á listan. Ok, ég myndi aldrei fljúga flugvél, af því ég er ekki menntaður í. Ok, nei, þú veist. Þú veist, þannig erum við eitthvað, eða skilur við, ef að er bara eitthvað, það er, hún er að hrapa flugvélinn, getur ykkur flogið í flugvélinni, ég myndi þá að segja, já, ekki ég. Ok. Ég er ekki einn af þeim. Nei, það er alltaf leið. Það er mjög flott. Og ég held að, já, það er svona, einmitt,
Er ég að skilja að leikir rétt? Já, núna. Ok, hvað er næstu þér? Fallhlífastökk. Ég myndi aldrei vera fallhlífastökk. Nei. Bæði það, Sammála því. ég er lofthræddur, ég er flughræddur. Þannig að bara never. Já. Og þú veist að deyja líka bara. Ertu samt að flughræddur eftir síðan þátt? Já, jafnvel meira bara. Af hverju? Af því þú varst bara hræða með alltaf. Nei, rólegur. Fólk var ekki sátt með henni þá. Má ekki- Þú settir ekki tryggvarning á hann eða neitt. Það má ekki segja neitt. Ég var bara, þú veist, já, mér finnst bara mér róandi. Já, sorry bæði með það. Já. Við lærum og... Fólk var samt alveg ánægð með það. Ég veit Það var ein manneski sem pínu út í mig. Ég var bara fíblast. Hún var brjáluð út í mig smá. Já. Hún var bara, þú veistu það. Já. Ég mun aldrei aftur hlusta á þáttinn í flugvél. Einmitt. Hún var í flugvél að hlusta á þáttinn. Þú getur ímyndað þér. Og símaður. Shit. En já, ég er samt sammálaður, ég myndi aldrei fara í fallegast. Nei, bara ekki séns. Myndir sem þetta ekki gera það ef það væri bara eitthvað gun to your head dæmi það? Jú. Já, þú veist, ef ég væri bara að fara að deyja á morgun og það myndi ekki koma til, ef ég myndi vita bara, herru, þú ert að deyja úr þessum sjúkdómi, bara 8 viku eftir, þá myndi ég kannski alveg, þú veist, ef mér eru bara, herru, viltu prófa að fallhlífast eitthvað áður en það kallið minn? Já, bara meirin til. Já. Ég dey þá bara hvort þið er kannski í því. Já, okkur. Þú veist, mjög líklega. Já, nákvæmlega, já. Já, ég sammála þar, sko. En sem einhverja skemmtun, eitthvað svona haha. Nei. Það er í alveg martröðu mín. Já. Að, þú veist, ástæðan fyrir því að, ég hef aldrei gift mig, ég hræddur að vera stekjaður. Því ég veit hvað þeir eru að fara að gera. Já. Eitthvað svona listflugs. Já, held ég að það sé ástæðan. Það er skrýt. Já. Ég bara þori ekki að vera stekjaður. Hvernig er ég að gifta okkur á stöðum? Ég elska það sjúklega mikið, en ég bara get ekki. Ég get bara ekki. Hvað varst þú með öðru seti? Mér líður mjög eins og þú hafir ekki gert þennan lista. Ég er með listan fyrir mig. Ok. Ég bara miskildi smá. Ég miskildi smá leikinn. Allan tíman eða bara í þessu? Bara í þessu. Ok. Já, bara í þessu. Ég er bara panikar núna. Já, þetta trend, ég miskildi það. Ég skildi. En ég myndi aldrei, þú veist, standa á miðju gólfinu í bónus og bara fróa mér. Bara þar. Ég myndi aldrei gera það. Ég bara segja. Ok, já. Er þetta í öðru seti? Já. Ok. Þetta er bara eitthvað sem ég myndi aldrei... Spennandi að sjá hvað er í fyrsta. Bara eitthvað sem ég myndi aldrei gera. Nei, bara skilði mjög vel. Og þú veist, ekki einu sinni gun to your head. Nei. Eða kannski samt reyndar til þess að bjarga ykkurum, myndi ég gera það. Er það? Já, til þess að bjarga lífi ykkurs. Já. Eða væri bara einhver, að þú myndi fá símtal úr leyninúmeri. Já. Og það væri bara eitthvað, herri, við erum með Eyþór hérna fastan. Já. Og ef þú ferð ekki og runga þér á miðjugólfinu í bónus. Já. Smáratorgi, þá skjótum við hann. Já, ég... Þyrfti að vera ykkur annar, eða? Það þyrfti eiginlega að vera ykkur annar, sko. Eða, sko, þú veist, að ég myndi hugsa hvað gerir þú til þess að koma þér í þessa stöð? Nei, bara, ef þetta er bara einhver sem er bara, þú veist, að reyna að koma illu orð á þig. Já, meinar. Já. Bara einhver podcast-keppinautur. Já, einmitt. Já, jú, þá myndum við kannski íhuga þetta. Já, allt fyrir podcastið. Já, bara hvað er það að gera? Nei, ég myndi aldrei gera það. Nei, alltaf leið. Þetta er bara eitthvað sem ég myndi aldrei gera. Nei, þetta er svolítið grafíst og svona rugglað dæmi sem þú ert með. Ruggluð dæmi. Ég er bara miskildi leikinn, sko. Já, ég skildi leikinn. Að þið sko stendur hérna á listanum okkar hluti sem við myndum aldrei gera. Já, það er rosalega margt sem ég myndi aldrei gera. Já, eins og til dæmis. Einmitt. Þú veist, stingi eitthvað bara út af því. Nei, einmitt. Skilur við? Það er náttúrulega, já. Ég myndi aldrei gera. Nei. Bara, svo þessi svo hrein, ég myndi aldrei gera það. Þú veist, hei, ekki sjens. Fyrsta seti á mér er Bold and the Beautiful. Horfa á það. Já. Aldrei gera það. Ok, þetta er svona, ég skil leikinn núna. Þetta er svona stemmings. Já. Ok, já. Þetta er ekki að hrækja á afaðinn. Nei. Af því það myndi enginn gera það. Nei, by the way. Já, þú myndir ekki gera það. Ég myndi ekki gera það. Nei, ég fúst. Það er ekki... Gott þú sagðir þetta. Það er ekki ég. Það var svo mikið fólki sem var að byrja að gruna. Já, er hann ekki svona? Nei, ok, þú veist, ég er með þá rámt á þessum listaðin. Ég ætla að hugsa eitthvað aðeins hérna, svona út fyrir kassan, dæmi, þú veist, Við getum líka bara að fara í næsta. Já, förum bara í næsta og ég kannski hugsa næsta. Ok. Næsta eru bergbombur, þetta er eitthvað sem þú komst með. Já, uppbólstaðurinn þinn til að fá þér í vöruna. Það er búin. Ég fekk mér eins og vöruna í búlunni, og ég fór bara fyrst hjá mér. Mér langaði bara að segja þetta eina. Já, ok. Alltaf leið. Bombaði í bergið á mér á búlunni í Berlín.
Búllun í Berlín. Var það eitthvað rosalega? Já, vá maður. Þunnur á búllun í Berlín. Þunnur á búllun í Berlín að bombi bergi á mér. Fuck, gaur. Það þurfti að halda mér niðri. Þetta var svo gott. Bara svona, þetta var eins og mómentið þegar þú ert svona pínu tipsi og horfir í speilinu og er bara eitthvað, wow, mér líður vel núna. Skilur, hefur ekki átt þannig móment. Jú. Já, þetta var þannig mómenti á búllun í Berlín þegar ég bombaði bergi á mér. Á búllun í Berlín. Það var geðveikt móment. Ok, nú skil ég okkur settur þetta inn. Bombaði bergi á mér, bara út þessari línu. 100% bara út þessari línu. Þetta var insane. Frábært móment. Já. Ég var með 3 staði, sko. Ok. Sko, náttúrulega 3. sæti. Ég skal bara fara hratt í þetta. Já. Í rúminu, á morgnana. Ok. Fyrsta lumman. Gerðu það þannig? Já. Bara þegar ég vakna. Já. Hún er á náttborðinu. Já. Tegið mig. Já. Blík. Bom. Besti heimi. Bang. Mjög gott. Ok. Þegar ég er að keyra. Mér finnst það mjög gott. Já. Bombeinn í bergið að mér. Bombaði bergið að þér á heiðinni? Já, einmitt. Já. Og svo þegar ég er í tölvunni. Fyrsta sæti. Já. Besti gaming. Skemmtilegir staðir. Virkilega frumlegir. Já. Já. Ekki Berlín. Nei, þú varst ekki að búlun í Berlín að bergið þér. Herðu, svo varstu með annað hérna. Þetta er náttúrulega. Já, toppstæð til þess að tala um tilfinningarnar. Já. Þetta er alveg pæling, sko. Af því þeir eru misgóðir. Já. Ég meina, það eru til vondistæðir til þess að tala um tilfinningar. Og hvað ertu með þar? Eða sérst, þá er ég að tala um sko þínar tilfinningar. Mínar? Já, sérst, bara svona, má ég segja þér. Já. Skilurðu? Ég skil. Þú gerir þetta ekki beint á stöðum eins og bara, þú veist, á sjálfsafgreiðslukassa í Bónus. Nei. Þú ert ekkert eitthvað að bara eitthvað, opna þig þar. Ég er bara búin að vera rosalega lítill eitthvað, þú veist. Nei. En það eru staðir sem eru svona virkilega góðir til þess að tjá tilfinningar. Já. Sko, ég setti í 3. sæti þannig í eldhúsinu. Heima. Ok. Bara, þú veist, við eldhúsborðið. Ástu mín. Já. Þú veist, eitthvað svona. Já. Ég hugsaði þetta, þú veist, ég hef talað um tilfinningar áður, sko. Já. Þú veist, þannig að ég hugsaði, já, það er mjög gott. Já, mér finnst mjög gaman að senda tilfinningaþrungið voice. Ok, sérst á Messenger. Já. Það er 3. sæti það er. Það er í 3. sæti. Og það á, sko, ég er í bíl. Já. Já, ég fengi mörg svoleiðis. Hérna, frá mér. Já. Tilfinningaþrungin og þung. Mér finnst það mjög næst að því að þá get ég bara tjá mig. Já. Og þú þarft ekki að segja raskat, veist hvað ég meina? Já. Þú bókstaflega bara hlustar. Já, 100%. Þannig að mér finnst það frábært. Ok. Tala um tilfinningar. Ég var einmitt með í bíl. Já. Í öðru sæti. Já. Þannig að þetta er svona svipað. Já, þá þarftu líka ekki að halda eye contact. Nei. Það er mjög þægilegt. Það er virkilega næs. Ef ykkur er sérstaklega, sko, ef þú ert opnaði með hérna, ég held að tekið rúmt þegar þú fékkst hana krabbameini í ristilinn og nýbúið að merkja þig hana niðri. Merkja mig? Já, þannig að skrifaði ristlátbókina. Já. Ristlátbókina. Í ristilspeglun? Já. Hérna. Og ég fekk ekki krabbamein? Nei, fékkst ekki krabbamein. Nei. Það var tekið. En já, nei, það var ekki tekið. Ég var bara ekki komið með krabbamein, skilur. Já, en mögulega fyrirbyggjandi. Fyrirbyggjandi. Já, bara mjög gott. Hérna, en þá voru í bíl. Já. Hérna, og það er mjög næs að þurfu ekki að horfa í augun á þér að mér voru að segja mér þetta. Fattar mig? Ég veit ekki hvað það er. Nei, en ég skil þig. Já, ég er samt svolítið svona, sko. Já. Þegar ég tjáði tilfengum þá horfi ég vanlega bara á gólfið. Klóraði svona aftan á. Já, klóraði svona þess aftan á mér. Já, hérna. Nei, já, ég veit það. Góður staður. Það er mjög góður staður. Bíllinn, ég er bara sammálaðið þar, sko. Já. Númer 2. Og svo fyrst að þetta var ég bara með þér. Nei, ég vil ekki leiða þig. Hvað meinar? Af því, ég bara, þú veist, það er bara ákveðið tróma hjá mér að leiða þig. Já. Það er bara sick. Það er ekki sick. Hvað er að? Ég er ekki að leiða þig. Nei, ok. Jesús Kristur. Ákveðið tróma. Já, þetta er bara sick. Þú veist. Já, ok. Það er eitthvað sem ég myndi aldrei gera. Það leiði ingó. Aftur. Af hverju ekki? Vá, veist þú leiðir? Af því þið getur bara farið inn á TikTok eða horta á fyrsta, var þetta ekki fyrsta þetta? Já, þetta er ekki traumatizing. Þetta er sick. Þetta er ekkert sick. Jú, þetta er ógeðslegt. Já. Bara, sorry. Já, ok. Þú veist, ég skil þetta að gera þetta á börnin og svona. Já. En ekki við, fullorðin við þið. Nei, ok. Það er sick. Ok. En já, númer 1 hjá mér er sko hauga fullur. Á klósetti við pissuskál. Já. Það er geðveikur staður, sko. Í mitt. Þú veist, sérstaklega ef ég bara ég og þú. Já. Opna sig. Já, það er eitthvað við það. Af því að þetta er aftur sama setting eins og ég var í bíl. Já. Þarftu ekki að horfa í andlindunum. Nei.
og helst bara horfa beint áfram, Já, það svona reglan. Það regla. Já. Og þá fínt að opna sig bara eitthvað svona búin að vera svaka þunglindur. Risvandamál. Já, einmitt, risvandamál eða bara þunglindi, depressionið, skilur, eða bara, ég er svolítið þreyttur á sjálfum mér, ég búin að vera svakalega latur upp á síkastið og þú ert að pissa líka, þú kemst ekkert. Nei. Þú verður að hlusta á mig. Já. Þetta er svolítið þemað í þessu, sko, að vera ekki að horfa í framan í einstaklingin. Já, mér finnst það mjög þægilegt. Já, ég sammála. Virkilega næs. Þetta er góður punktur. Já. Og svo svona endar við spjallið á því að bakið og nutta eins. Já, þvægið. Þetta er allt í lagi. Já, svona þvægið aðeins bakið. Það er að þrífa sig. Topplög. Topplög til, já. Topplög til að stunda kynlíf yfir. Já, what? Já, ok, já. Átti þetta að vera vestu það? Sko, já, þetta virkar líka hjá mér. Ok. Þetta er bara up for discussion. Ok. Ég er búin að vera með þetta á heilanum allt og lengi. Já, ég veit. Ég held að ég nefndi þetta líka í þætti 2 hjá. Já, ég held það líka. Hérna stundakynlífi við lögum. Já. Mér finnst þetta bara svo fyndið. Já, þetta er það. Þetta er bara, þetta er með því fyndnasta sem mér, sko, ég hugsum. Ég var samt alvarlegur, sko. Já, í mínu vali. Það er bara gott. Þá erum við þetta fallega kontrast sem við erum. Nei. Ok. Ég er ekki verið leiður. Ok, þú veist, ég er alltaf leiðilegur. Já. Þú er alltaf leiðilegur. Þú er, já, sagður það? Já, viltu ekki leiða mig? Þú er alltaf leiðilegur. Já. Fattar mig? What? God damn. Þetta er svo friki dór. Ágríns. Wow. Einmitt. Wow. Hérna, já, sko, já, einmitt, ég er búin að vera með þetta á heilum ógæslanningi. Og hvað ertu með í þriðastæði þar? Ég er með gasolín. Það virkar. Sko, það virkar. Það er mjög gott. En það er samt bara eiginlega ofyndilag. Nei, það er svo sexy lag. Gott tempo í... Gúló! Já. Herru, gúló! Geðveikt lag. En ég er samt með þetta, sko, til þess að ekki, bara ekki gera það. Nú, já, ég er með listan til að gera. Já, mitt er bara up for discussion, skilur. Okay, þetta er já. Opin listi. Virkilega opin listi. Já. Ég er með þriðasæti, hérna, án þín. Nei, það er hræðilegt. Nei. Það er hræðilegt. Það er sko climax and love. Nei, það er of mikil klísja. Ástin Emily. Já, nei, þetta er of mikil klísja. Við erum bara í slella á eitthvað. Þetta er of mikil klísja. Leikur á putt. Nei, þetta er samt alltaf mikið klísja. Já, mér er alveg sama. Ég er bara að segja þig. Þetta er bara... Þetta er bara sem þetta er minn listi. Þetta er literally saga til næsta bæjar. Ég er bara eitthvað, Katrín. Ástin Emily, þú veist, með for ekki breytt. Þetta er svona planað dæmi. Já. Sexy lag. Mikil ást í þessu lagi. Já. Þú þarft einhvern veginn að kjúa óvart upp. Nei. Þetta lag byrjaði. Þetta er svo mikið nán. Kistu mig. Þetta lag, já. Mitt, þú veist. Kistu mig. Kistu mig. Gerum þetta samt það? Nei, ég hef aldrei sett á svona lög, sko. Nei, einmitt. Þú veist, það hefur kannski verið lag einhvern veginn í gangi eða eitthvað, en ég hef aldrei bara eitthvað svona, ég ætla að setja þetta. Nei, akkurat, einmitt. Ég held að gera þetta enginn. Jú. Það? Já. Er fólk að gera þetta? Já. Bara pýta það eins. Ég hef verið í mörgum svefnherbergjum sem sé þetta gert. Hvað meinar þú? Ég er kokkall. Atvinnu kokkall. Já. Það sem ég fer til fólks. Já. Og hérna, það er enda business hugmynd. Það sem ég bara grínast. En ef einhver vill fá mig til að horfa á sig. Laus í kvöld, spurning bara. Já, dæmi. Þá er ég ekki að koma samt til að sofa hjá. Nei, bara horfa. Já. Þannig að ef þetta er einhver fetti síðar, þá bara DM. Ok. Já, en ok, þannig að þú veist fólk sem er að gera þetta. Já. Er þetta ekki, ég held að það er bara eitthvað í bíómyndum. Sko. Nei, alls ekki. Ok, þess þá heldur er gott að ræða þetta, sko. Ég er að segja. Aðeins að fara yfir þetta. Þetta er skrýtnast að hætti þessu. Já, við getum náttúrulega sett hérna á Instagram bara stundar þú bara poll. Já, einmitt, stundar þú kynlíf með lögum. Er það eitthvað sem, mér finnst þetta að vera svona nafn yfir þetta, kink. Já, það hlýtur að vera til. Það ímyndað þér hvað er erfitt örgulega Jón Jónsson fara í gang. Gerðu allt sem það. Þú veist, bara, já, það er ekki. Þú hlýtur að vera bara með playlista. Já, eða bara, já. Það sem að fer ekkert annað í gang. Annarsæti, hvað þér? Annarsæti, það er When It's Cold I'd Like to Die. Sweet, sweet nothing. When it's cold I'd
like to die. Þetta er svona forlegslag. I don't want to swim the ocean. Ég sé fyrir mér að stunda kynlífur. I don't want to fight the tide. Já. Ég sé fyrir mér að stunda kynlífur. I don't wanna swim forever. Nei, þetta er alls ekki... Ég sé fyrir mér að byrja kynlífur. Þetta er fullkomna uppgjöf. Bara ég ekki vera að spá í textanum endilega falla. Já, mitt. Fallegt lag. Ekki hlusta á textanum, þetta er gott lag, fallegt lag. Hérna, gott lag. Hérna, en ég er samt með eitt annað svona hérna, svona honorable mention. Honorable mention. Þannig nummer 2. Ok. Það er hérna Only Time. Who can say where the road goes? Já, það er endur ekki gott. Það er virkilega erfitt lag. Þetta er svo rugglið. Þú ert að gera lista yfir Vestu. Og ég er að gera það sem ég myndi. Já. Í öðru stuðum sem ég myndi stunda kynlífur er Cha Cha Cha. Júru, já. Það er gott BPM. Það er þetta frábært BPM. Pust. Það er virkilega gott BPM. Já, gott tempo. Byrjunin er samt hræðileg, sko. Það sé ég fyrir mér bara... Er það eitthvað svona skemmtilegt? Já. Nú breytum við, Katrín. Að flegi maður koninu upp í standard 69. Og svo aftur niður. Búm. Ok. Þetta er hugmynd. Já, þetta er eitthvað. Skoðum þetta. Já. En í fyrst seti höfður. Það er náttúrulega, sko, Ástrós. Já. Með Bibba, það er þar. En það er líka, sko, Danger. High voltage. Það er frábært lag. Nefnilega ekki. Akkur ekki? Ég er búin að ímynda mér þetta með minni ekki. Danger. Sturla. Þetta er bara svo mikið Party in the disco. Ég ímynda mér bara gaurinn, setja þetta á, verður bara eitthvað. Party in the disco. Ég myndi sko... Þetta er hræðilegt. Ég myndi ekki fara, ég myndi rífa fötin utan af mér. Ég myndi trillast. What you love of people in fires? Já. It's my desire. Einmitt. Þetta er vestalagi. Þetta er honorable mention í fyrst seti hjá mér. Ég held að við þyrftum að fá Katrín þess að ræða þetta. Nei. Hvar er hún? Er hún laus? Nei, hún fann að sofa. Hún fann að sofa? Já. Þannig að nei. Ínalung. Við ætlum ekki að ræða þetta við hana. Herru, top 3 stellingar yfir höfuð. Já, mér fannst þetta svolítið... Mér finnst þetta mjög easy. Ok, ég var ekki með neitt, sko. Ertu ekki með neitt? Ok, má ég fara yfir minn bara? Já. Sko, að sitja með hælinn svona að pekka aðeins rassinn. Þú ert að tala um svoleiðisstellingar? Já, bara svona yfir höfuðstellingar. Bara svona stellingar sem þú finnur því í, sem þið finnst skemmtilega heldur aðrar. Af því að þetta er eitthvað sem ég hef aldrei pælt í. Eða, þú veist, ég pæli mjög oft í þessu, bara vá hvað ég er í geðveikt góður í stellingu núna. Já. Og ég er bara svona, ég er fullkomið beisaður og grándaður og mér líður ekki illa. Sko, eitt með stellingar. Já. Svona stellingar. Já. Almennar stellingar. Almennar stellingar. Almennar stöður. Bara sorry. Þegar ég sé þið sitja svona. Já. Reyndu aftur, eitthvað önnum myndlíking. Þetta er hvernig stelling. Hvernig? Já. Þegar þú situr á hælnum á þér? Já, hvernig stelling er þetta? Hvað finnst þér? Hvað af hverju? Af því þetta er bara, það er mjög erfitt að lýsa þessu á þess að segja eitthvað ljótt, sko. Ég veit alveg hvað meinar. Þér finnst þetta óþægilegt. Nei, ekki endilega óþægilegt, þetta er bara sick. Hvað meinarðu? Hvað er að þér? Að horfa. Hvað finnst þetta sick? Að horfa upp á hvort sitja svona. Sko, bara svo ég útskrifta fyrir fólki. Þá set ég hælinn, eða ég svona... Tyllir hælnum. Ég tylli hérna hælnum mínum í raskatið mitt. Eða svona sitt á fætinum. Á hælnum bara. Já, það er alveg svona blóðlaus. Já. Og mér finnst bara, þetta verður ekkert að gera með að pegga mig, sko. Þetta verður meira að gera með, sko, bara þægindi almennt hvernig fóturinn er. Og ég hugsa mjög vel svona. Mér líður grounded, 100% safe. Þar til þú byrjar að kommenta á þetta. Ángríns. Við vorum í hugmyndavinnu fyrir Curry Hugo og þú varst bara eitthvað, vissuru að þú situr alltaf með rassinn og hælninu. Og ég var, já, minnst það þægilegt. Og eftir það er ég búin að vera hætta þessu. Sem er flott. Nei. Sem er, mér finnst það mjög vel gert hjá þér. Það er ekki góð vinátta. Jú, því ég er að passa upp á þig. Hvað er þetta að passa mig? Þína ímynd. Hvað meinar þú? Að setja svona er ekki gott. Ég ger þetta ekkert í almenning. Já, jú, það er þetta komið fyrir. Það er náttúrulega líka, það er annað í þessu, það er að sjá sko mann sem er 2 metrar. Já. Það er bara hræðilegt. Já, ég skil það. Þú veist, þú ert svo slendir maður. Já, fatta ég. Skil hvað þú fann með þetta.
En sko, ég hef samt mjög gaman að stellingum yfir höfuð. Og ég hef ógeðslega gaman að pæla í, sko, mér stellingar vera ógeðslega svona, þær móta svolítið mannin. Þetta er svona sem þú sérð í fari fólks. Strax, bara, vá, hann er grándaður hér. Þú veist, það er svona... Ég ætla ekki að setja meira út á þetta, sko. Þetta er confidence, skilur við stundum. Þú veist, bara svona, ef einhver er með flott postur, þá virður hann betur. Ég er ekki með flott postur, sko. Það er svona pæli svolítið mikið í þessu. En það er ein stelling sem er númer 2 hjá mér. Með svona hendur í vasanum er það dillaðir aðeins. Og það hlusta á okkur. Það er virkilega góð stelling. Sérstaklega með almenning. Þá ertu, þú veist, svona, það dillaðir aðeins bara. Bara svona, ég, veistu, þeir eru kannski að tala um eitthvað sem var að frétta, skilur við. Það er bara eitthvað svona, þeir eru að, sástu skaupið? Já, það var heldur gott. Þú veist, eitthvað svona, smá dill, smá svona gleiður, smá svona... Hendur í vössum. Já, og það er líka svolítið skemmtilegt Tryggvi gerir þetta svolítið. Hann monta sig svolítið svona. Já. Hann setur hendur í vasan og gerir sig gleiðan og segir, já, maður er bara, já, þú veist, þetta er bara gengur ógeðslega vel og eitthvað svona, þú veist, og er að dilla sér. Mér finnst það ógeðslega skemmtileg stelling og ógeðslega skemmtileg ákvörðun að taka. Þessi stelling. Síðan nummer 1 hjá mér er hókin smá í sófa að borða úr skál. Þú veist, með fætunar alveg þétt saman. Og kannski að skrolla í símanuðinum, alveg í þín megin heimi. Og þú veist, þetta er svona stelling sem að, ef fólk sér í þessa stellingu, þá hugsar það, líður honum vel? Á ég að tala við hann. Þetta er þessi pick me stelling. Hún opnar á umræður. og þar að leiðandi nota, en ég gerði þetta í annan daginn í vinnunum minni. Þá var ég í þessari stellingu og það var strax tekið mynd af mér. Bara ég var að skrolla í símanum, bara að borða lunchinn minn í þessari hoknu sófa stellingu. Og þetta svínvirk. Sló strax í gegn. Ég sló strax í gegn. Það voru allir bara mega langar að tala við hann og honum líður eitthvað svona illa. Þú veist, svona pick me, Þetta er pínu pick me, choose me. Choose me. Fattar mig. Algjörlega. Þetta er svona, Sko, ég var ekki með neitt lista um þetta því miður. En sko, eina sem ég get sagt, þegar ég ligg upp í sófa og ég tek svona pulluna sem er fyrir bakið, tek hana frá öðrum stað og set hana undir hnésbæturnar á mér. Já, það er ógeðslega gott. Það er rosalega næs. Það er rosalega gott. En það er samt sko eitt meðstellingar. Ég elska þetta podcast okkar. Mér finnst það svo geðvægt. Ég held að enginn hafi gert það. Nei. Þetta er brautirandi dæmi. Þetta er brautirandi dæmi. En sko eitt meðstellingar, það sem að pirra með meðstellingar, og ég ætla að vona að tengja allir við þetta, því að þú kemur þér í geðveika stellingu. Já, það er svolítið mikilvægt. Stellingin má ekki vera rosalega forseruð. Nei. Það er lykillinn, sko. Annars sér fólk strax í gegn við þig. Flestar stellingar eru ekki ákveðna fyrir, sko. Nei, einmitt. Þetta má nefnilega ekki vera svona. Það verður að vera náttúrulegt stelling sem hún myndar til þess að skilur mig. Það verður að vera virkilega náttúruleg stelling sem hún gemur. En það sem ég ætla að segja með það er að stellingar endast ekki endalaust. Nei. Hún verður svona, það er svo batteri að stellingunni dreynist. Já. Og hún verður vond á endan. Algjörlega. En þetta eru bestu stellingarnar. Það er pirrandi að kemur svona síminn eitthvað, fuck. Já. Ekki svara. Það er ekki svara. Ég var að koma með þess að geðveiku stellingar. Það var gott að vera með Apple Watch. Heldur betur. Getur séð bara hver er að hringja. Já. Halló. Kongurinn. Svara mér nefnilega. Kongurinn. Svara ekki að það mér nefnilega. Nei, kongnum. Halló. Ég nota úrið oft með nefnilega. Já, það er svolítið skemmtilegt. En næst fórum við í topp 3 staðir á Íslandi. Já, ok. Hvar varst þú með í 3. þar? Ég er bara með 2. Ok. Ég datt ekkert meira í hug. Ok, alltaf leið. Sko, að mínum að finnst mér þetta að vera svona fyndnustu staðinir. Þú veist, af því það er bara mín upplifun af stöðum. Já. Ok, ég er með alveg 3. En númer 3, taxaröðin á Ingólfstorgi, klukkan svona 3 nótt. Ok. Mér finnst það svo fyndin orka sem er í gangi. Það er smá eins og Walking Dead stemming. Já. Það er svona... Hún er crazy. Hún er bara rugg. Sérstaklega það er kallt. Já, ef þú ert pínu edrú og ert að horfa inn á þetta, þá er bara eitthvað... What's going on? Hvað er að gerast? Já, sammála. Bara allir einhvern veginn með einhvern bát. Já. Og þú veist, menn að sneika í taxaröð. Það er bannað, sko. Ömurlegt. Það er ömurlegt. Líka bara, hvað ertu leiðilegur? Já. Í öðru seti, nei, í 3. seti ég meira á Hveragerði. Já. Bara sem staður. Já, bara góðu staður. Fallegu staður. Já, ég var ekki með neitt svona detailed eins og þú. Nei. Ég miskildi það eins. Nei, já, bara. Við miskildum bara hvað annars. Já, við erum, já. Nei, en Hveragerði, bara 100%, absolutt. Já, alveg sammála. Þetta geggjaðu staður. Annars seti? Mér finnst ég alltaf vera að þurfa, finnst þér ekki oft þurfa að útskýra hvað svo góðu staður þetta er? Jú, bara. Mér finnst það pínu þreytt, sko. Já.
af því þú veist, já, ég vákaði samanlega bara ég er ekki að biðja þig hérna manneski frá Grafarvogi að útskýra hversu næs að það er að vera í Grafarvogi. Nei. Þetta er svo skrítin pæling. Já. Hvernig er Grafarvogi? Já. Ég er bara búin að pæla. Já. Þú veist, þetta er Heyrir alltaf bara í vinnu. Já, bara ertu bara, það er við brúið Já. hérna, nei, já, nummer 2 hjá mér er sko, þetta er svolítið langsótt. En hérna, ég elska people watcha og horfa á fólk. Já. Og mér finnst mjög gaman að vera á biðstofu hjá sálfræðingi. Já. Og núna er það uppáhaldsstaðurinn. Ég skil þig. Uppáhalds, bara nummer 1. Nei, nummer 2. Númer 2, já. Hérna, af því að þú veist, mér finnst ég alltaf vera sko, bæði bara, hérna, ég er búinn að fara til margra sálfræðinga. Og þú veist, hef farið í parráðgjöf og svona, og hef bara pælt í alls konar tengt þessu. Og núna, í dag er ég bara að setja og er að horfa á fólk og ég er að hugsa bara hvað ætli sé að þarna. Já. Þú veist, mér finnst það mjög gaman. Með þetta aðstæður. Já, veist, ég sé svo margt, bæði sjúklega hamingjusum pör, ógeðslega ósátt pör. Það er pínu gaman, skilur við. Já, ég trúi því. Og síðan sé ég bara svona eitt mann koma sem bara heldur flottur og maður svona, það sem er kvíða. Já, svolítið gaman. Já. Mér finnst það svolítið skemmtilegt. Ég trúi því. Já. Í öðru seti á mér var Vestmannaeyjar. Já, ok. Bara þetta þjóðatíð það. Nei. Bara, þú veist, föðurætti mín er bara það og hérna, elska að vera þarna bara. Já. Þú veist. Já, hérna, nummer 1 hjá mér. Já. Fjörukráin. Já. Hafnarfirði. Bæði skemmtilega týpur. Já. Og einnig frábært andrúmsloft. Já. Ég kíkti hana með þér hvað síðust alveg. Já, veistu ekki hella? Yndislegur staður, jú. Það er svolítið völundarhús. Já, þetta er einmitt svolítið svona perla, falin perla. Já, ég var geðveikt lengi að finna það inni. Já, þetta er bara völundarhús. Þú lappar bara og þú veist, þú ángist lappar bara inn í eitthvað rými og það er gauð með gítar. Já. Það er bara ok. Já. Hann er hér með gítarinn. Bara geggjaður staður. Yes. Fyrstætti, og það þarf engum að koma ávart, hvað er fyrstætti á mér? Eyrarbakki. Já. Það er nú bara þannig. Já. Sko, top 3 bestu minningar er næst. Okkar saman. Já. Nei, ég er ekki að leiða þig. Okay. Alright. Það eru margar, sko. Já. Fokki margar. Hvað varst þú með? Í nummer 3. Já. Sko, við hefum gert sjúklega mikið stöf. Já. Og mér finnst það bæði vond og góð minning. Ok. Af því að mér fannst við læra sjúklega mikið á henni saman. Mhm. Það er, þegar við tókum viðtalið að Örlaðaríka. Já. Í hverju Hugo? Já. Sem að kom ekki í loftið. Af því að þetta var the lowest point, held ég, bara í okkar vinundu. Og eða sko, já, einmitt, já. Það er svona lowest point, en við vorum góðir, sko. Bara, þetta var bara ógeðslega ömurlegt og erfitt og mér finnst það samt einhvern veginn góð minning, to be honest. Og ég er líka ánægður að enginn heyrði þáttinn. Já. Þetta er einhvern veginn bara einhvern moment sem við áttum með þeim og that's it. Samanlega. Þannig að það er að mínum að góður punktur. Ég var einmitt með svipað því og bara með hverju Hugo. Ævintýrið, eins og að laði sig. Shit, hvað var gaman með þér. Við vorum teknað á teppi síðust helginu þar. Já. Það er bara eiginlega alltaf þegar ég finnir í bæ, þá er ég tekin á teppið fyrir þetta verkefni. Fyrir þetta verkefni, já. Eins og við gerðum þetta. Já. Það er bara, þú veist, bara biðist afsökunar á þessu. Já. Ég veit ekki hversu oft við þurfum að biðast afsökunar. bara nennið, please. Láttu okkur í frí. Hey. Við erum bara strákar að sunnan. Vil ég láta okkur í frí? Annars seti. Hey, látið þið þurfi frí. Annars seti. Þetta er mjög steikt, en þegar við spilum Forrest saman. Það var í alvörunni frábært sjátt. Gett skrið tölvuleikur, en þetta er líka það sem er svo fallegt. Já. Við tölvuleiki og að tala saman. Þeir eru ekki hættulegir, krakka mínir. Þeir eru ekki hættulegir. Nei. Og leyfið makanum ykkar að spila tölvuleiki með bestu vinni sínum, af því að þetta er bara eins og að fara í bjór. Já, absolutt. En í staðinn er hann bara safe heima í stofu. Já. Ég var í rauninni með karaoke-gíku okkar í Grímsborgum. Nei, Efstadal. Já. Þannig að þegar við fórum í það, mér ást það mjög skemmtilegt. Gæsunin. Já. Það var mjög skemmtilegt. Já, það var eitthvað svona moment, ég veit ekki akkur að ég tengdi við það, sko. Já. Fyrst þetta... Já, mér. Já. Fyrst þetta mér er ábyggilega fyrsta djamið okkar saman.
þar sem að þú tókst mig á furðulegasta ævintýri sem ég farið á ævi minni. Já, á Stokkseyri? Já. Við vorum heima á gömlum kalli á Eyrarbakka að drekka landa. Stokkseyri. Já, að drekka landa og reykja síkó. Já. Og ég fekk bara svona moment bara, ég þarf að fara heim. Ég þarf að komast heim. Þetta var skemmtilegt. Vinurinn sofnaði. Já. Ég var bara, það var eitthvað vinurinn frá Eyrarbakka sem alltaf að klípa í tippi á mér. Þú veist, þessi típa, leiðilegasta típa á jarðríki sem alltaf svona slá í tippi á manni og þetta í alvörinni. Getum við hætt þessu það? Getum við bara að hætta þessum stælum? Bara, ég skynja líka svo mikið, já, hann vildi svo mikið kynnast mér en hann var bara svo upptíkin að það hljóma mjög eins og vestaminningin, frekar en... Þetta er svo góð minning. Þetta er saga sem ég segi öll. Epic. Já, þetta er steiktasta, mér varst nálega gaman í okkur, sko, en minningin okkar er góð, en minningin mín á vinniðinu var ekki sérstök, sko. Sko, í fyrsta seti á mér. Ég elska svona skrítið dót, sko. Ég held geti snúið þér og sagt að þetta sé líka uppáhaldsminningin. Ok, já. Það þegar við fórum dagsferð á þjóð. Já! Það var reyndar ruggla. Bara fullir í sólarhring. Já, fullir í heilan sólarhring. Fórum ekki að sofa. Fórum ekki að sofa. Nei, við mættum hann í hádeginu. Ég var búið með ginflösku fyrir 4 og ég var alveg sót svartur. Þú veist í rugglinn, þú manst ekki eftir deginum. Nei. Eða mundir ekki. Nei. Það var rugg, maður. Herðu, og leiðinni heim líka. Já. Það var að renna á okkur, kom í galsi og vinkon okkar var að segja allt var í spúki. Já. Hún var svo full, hún var að segja allt var í spúki. Hún var bara, það er svolítið spúki þjóði. Og svo, já, spúki. Svo þegar vorum komnir þarna í land, þá ætlum við að fara með strætó eða eitthvað, en hittum 2 stelpur sem skutla okkur heim. Já, einmitt. Þetta var geðveikt. Það var bara geggjað dæmi, geggjað. Herðu, næst. Vá, bara sjúkla þakkláttur fyrir þessar stelpur bæði við. Var ekki að það mistum að strætó eða eitthvað svoleiðis? Nei, það var bara svo langt í hann færi. Já, við fórum svo snemma einmitt. Já. Herðu, ég var að drífa mig heim. Já. Alveg rétt. Topp vestu lyktirnar. Herðu, já. Það sko... Ég skal byrja hana. Ok. 3. seti á mér, að það að þú þefar af því, segjum þú ert með box. Okay. Og þú þefar inn í bóksið og þessi hlutir er að þinni það er ógeð en það eru soðin egg já, það er mitt það er ógeð gaslykt ykkur já, þetta er bara, þetta er sick þetta er sick herru, hjá mér er, sko, hún er mér sem bæði góð og vond þess vegna er þetta í 3. seti reykingalykt ég fjekk alltaf, sko, ég á mig mega komplexa sko, ekki deg sko, af því að, sorry, ég trúbleik af því að það kemur, sko oft er það kveikt í sígarettu þá kemur svo góð lykt sem verður hún já, hún verður og fólk sem reykir mikið og inni á sér svona það er viðbjóðs já, hérna, reykingalykt af fólki einmitt, ég á bara með dæmi einu sinni ég fekk alltaf í magan við lyktina það var bara svona instantly fekk ég bara í magan ógeðslega spes hérna, og svo er reykingalykt líka bara, þú veist, bara eftir miðla dæmið okkar hérna það er bara svona pínur hættið Herðu, annars seti ég mér harðfiskur já, sko, það er vondlegt já, þegar að sko, nú allavega heima þá er Katrín búin að vera að tala makrós alveg lengi og það er alltaf, fæsir alltaf harðfiskur kvöldin húsið er bara ónýtt jú, þetta fer út allt þetta er sick en ef þú borðar harðfiskinn líka ég borða hann ekki, sko af hverju ekki? Ég borða ekki fisk ég byrjaði ekki á þessu hvað er öðru fyrir þér? Láttu mig í friði Nærlykt hún er svo góð já, ekki auðvik mín nærlykt já, þín nærlykt já, svona nærlykt lón og kemur svo hefur ekkert fundið nærlykt fyrir öðrum eða? Nei, ég myndi ekki vilja nei, það er hræðilegt já, ég trúi því það er bara þetta virkar eins og með prumpið, sko prumplyktin manns er góð, skilur við ok, já það er stemmingslíkt já, bara allt í lagi í fyrsta seti á mér pilsuæla svona það er mjög specific já, það er svona það er virkilega specific æla já, af því ég hef lent í þessu mómenti, þú veist, hjá hvernig þetta í mörgum ælum já, alls konar ælum en þú veist, þetta er svona, það er búið að vera kannski hvernig æla var þetta? hvernig æla er þetta sem við komum að því að það er svona specific er þetta? nei, þú sér bara pilsubita, sko já, þú veist, það er í fyrsta seti á mér það er bara sick ógeðslegt mín er svona tráma lykt, sko Mikki Finns lykt græn? já okay. eða græn og rauð já það var eitthvað tímann, sko eitthvað fyllir í það sem þetta fór út allt og ég var veikur í þokkabót eitthvað og ég bara byrja að tengja bara Mikki Finns lykt við bara þetta er samt ógeðsleg lykt, sko já, ég skilji og það var líka eitthvað að grínast, sko það var eitthvað að sjóða pulsur upp úr Mikki Finns og það kom svo vondlykt það var bara ógeðslegt svona pullu Mikki Finns lykt næsta topp hlutir sem þú sér í fari fólks já, ok hvað varstu með þar í 3. seti?
Sko, ef að ég veit, þetta er svo skrítið að svara þessum lista. Já. Veistu hvað ég meina? Já, með göngustíl. Já, ok. Þriðasæti. Já, hvernig þá? Hvað göngustíl er Bara, eitthvað þú ekki í lagi? Ég sé það ofta göngustílum fólki eða eitthvað off, sko. Það? Já. Ertu að meina þá bara, þú veist, hvaða göngustíl er off fyrir þér? Þeir eru margir. Ok. Til dæmis fólk sem að, nei, setja út á fólk. Nei, ég veit það ekki, þú veist, meina saggar. Nei, það er ekki cool, sko. Nei. Ég veit að ég er ekki að vera að tengja við mann sem er að sagga, sko. Nei, ok. Veist, það er góð hugmynd, já. Ok, ég með hana hvað þau eru að gera í símanum. Já. Þess að ef að ég verð forvitin út í þau, yfir símanum þeirra, ég þóla þetta bara ekki. Ég þóla ekki, þú veist, ef ég er í símanum minna og ég er alltaf hérna, já. Passa að þú sjáum mig ekki, þá verð ég instantly svo forvitin. og já, ég fíla bara, ég vill bara sett opinn með það sem það gerir í símanum. Skil það mjög vel. Eða sem sagt, sko, þú veist, ég er ekki að tala um mannesku sem ég þekki, ég er meira bara að tala um ef ég þekki þig ekki neitt, sko. Þetta er hljóma skrítið, sko. Þetta er bara svona eitthvað í fari, bara svona, ok, já, þú treystir mér ekki. Já. Skilju. Síðan er ég með í öðru seti bros. Ok. Slass, hérna. Fyrsta sem, ok. Fyrst, já. Og slass svona fólk sem að býðu góðan daginn. Hvað meinar þú? Bara, þú veist, ég er að labba á göngustíg og ég mæti einhverjum. Já. Býði allir góðan daginn. Já, ef það gerir það ekki, þá... Já, þá er þetta bara, buss. Já. Þetta er einhver sauður. Já. Sauður og einhver viðvanningur. Já, einmitt. Nei, takk. Já, nei takk. Ég meina, ef það eru, sem sagt, ef það stressar þau að hafa of gaman. Já. Þú veist. Ég fatt það ekki. Ég byrjar að lenda á alls konar svona fólk. Já. Bara svona, ég veist ekki að rókur aðeins. Það skilur, þú veist. Já. Heldur að við megum vera, já, þú veist, þau segja okkur bara hætta. Segja okkur bara lækka aðeins, skilur. Ég samanlægir. Þól ekki þetta svona eitthvað svona pass, svona eitthvað svona svona, hvað segir maður? Það meinar rosalega vel. Já, algjörlega. Það er bara ég skil þau að eitthvað leiðin til, en bara, já, ég bara verið bara að sinna bara mjög basic hlutum, bara eitthvað svona, nei, verðum við nokkuð vera eitthvað að styggja þau? Nei, ég vonandi stygg þau ekkert. En þau segja það bara? Já, ég segja það. Í fyrsta DM eru jöllur. Já, bara brjóstin. Já, bara jöllurnar. Já. Ok. Bara góða jöllur. Hvað er að þér? Já, en í fyrsta DM það er náttúrulega góð lykt, bara lykt. Já, ángríns. Bara off-lykt þá er bara, þú veist, lyktin er bara, já, algjörlega. Þú tekur fyrst, já. Ég er sammála því, sko. Ég er með hvernig það kemur fram við maka sinn eða talar um hann. Mér finnst að segja svo mikið um manneskjuna. Já. Þú veist, ef ég er að kynnast þér og þú ert með konuðinni og það er bara svona eitthvað skrítið væp í gangi. Ég tek strax eftir því, to be honest. Bara leið, bara eitthvað svona... Fattar mig? Já. Ég held þessi margir sem það er ekki þannig á mér, eða? Nei, alls ekki. Þið er alltaf bara í góðum gýr, sko. Ég meira meina svona... Já, panika, sko. Svona, ég veit ekki, þú veist, ég var til dæmis eitthvað mjög mikið bara svona, maður minn, svona svo fucking pyrrand, eða þú veist, ég skil þig. Kærasti mín er alltaf einhvern veginn þetta. Já. Þannig að, þú veist, ég tek strax eftir því. Já, það er bara góð, fallega punktur, já. Já, ég er bara fallega gaur. Pæli mjög mikið þessu. Þetta var svona listanir okkar. Já, listanir. Já, bara skemmtilegt. Það var virkilega gaman. Fólk að þekkja, kynnast okkur og við að kynnast hvort öðrum. Já. Sérstaklega með sexlögin. Já, kynlífslögin, einmitt. Já, bara snillt. Wrap it up. Drífa mig heim. Nei. Herru, við vorum búið í Happy Hydrate, Colgate og Securitrans. Og við erum að byrja aftur á TikTokinu og alveg krafti eins og við segjum alltaf maður við strákanir. Nú erum við alveg að koma maður. Þetta er alltaf bara að gerast. Nei, við erum bara nýtt podcast og þetta er alltaf að gerast. Það var gaman að þessu. Já. Það er bara það sem við erum að gera. Elsku ykkur öll. Bara að halda í vinnutuna. Nei, held ekki í hendina þér. Ok, takk fyrir að hlusta. Elsku ykkur. Og njótið lífsins. Vá, hvað ég græður.